Já, það hérna eins og oft áður mótmæli í Frakklandi í dag og eins og oft áður það út af breytingum á eftirlaunum. Það verið að ríkisstjórn Macron vill hækka eftirlaunaldurinn í Frakklandi. Það hefur oft verið reynt áður og alltaf verið mætt með mótmælum og sjaldan tekist að ná þessu í gegn. Til þess að ræða þessi máli hingað kominn Einar Már Jónsson, hann prófessor í Frakklandi. Blessaður Einar. Hvað að gerast í Frakklandi í dag? Það mótmæla alltaf allt land í dag. Sérstaklega það eru verkföll og allt í lamasessi til þess að mótmæla þessum breytingum að væntanlegu breytingum og eftirlaunalögunum. Að hækka aldur nú 62 árum í 64 ár. Já, ég sagði að þetta væri eins og oft áður. Þetta hefur náttúrulega oft verið áður mótmæli einmitt út af þessari ástæðu. Já, það hafa alltaf verið svona einhvern veginn að minnka að draga úr eftirlaunum og því hefur alltaf verið mótmælt. Nú heldur þessu áfram og nú stórt stökk. 2 ár. Já. Og það má segja að 70% allra Frakka á móti þessum breytingum og ef að reiknaði bara með vinnandi fólki þá það talsvert meira, gefið upp 90% og öll verkalýðsfélög eru einhuga á móti og eru sameinuð í mótmælaaðgerðunum. Við þekkjum það frá Íslandi að stjórnvöld komast oft upp með það að gera eitthvað gegn einmitt svona 70% þjóðarinnar. Við getum nefnt kvótakerfið, við getum salan á bönkunum og þú þekkir þetta. Það þannig í Frakklandi að það sé hægt að ná í gegn breytingum sem að svona stór hluti almennings á móti? Vitalega, það alltaf fer eftir í hvort að þingmeirihluti fyrir því eða ekki. Nú hefur Macron ekki þingmeirihluta, en í þessu máli getur hann fengið stuðning annara hægri manna, en að vísu ekki þeirra sem eru yst til hægri því að Marine Le Pen á móti þessum lögum alveg eins og vinstrimenn. Þetta mjög mikið skerðing á kjörum almennings. Og dugar meiri hlutin til þess? Já, ef að þingið hefur meiri hluta og samþykkir þessi lög, þá komast þau í gildi. Ja, það sem ég ávið hvort að Macron takist að smala saman í meiri hluta með þessu máli? Já, það virðist vera. Hann hefur gert einhverjum smá, tekið upp einstaka hugmyndir annara hægri manna, breytingar hugmyndir sem að skiptu á litlu máli held ég. En hann getur það alveg ef hann hefur þing meiri hluta. Já, en það mun reyna á það, ekki mótmælinir oft það, hvort að takist að skapa svona einhverja stemmingu í samfélaginu þannig að það veri erfiðara fyrir þingmenn að styðja málið, það ekki það snýst leikurinn? Það getur alveg verið, sko. Það getur alveg verið, en sem sagt að hann getur barið þetta í gegn, en það náttúrulega skilur eitthvað eftir. Það verður erfiðara fyrir Macron þar sem eftir á kjörtímabilinu ef hann knýr þetta í gegn vilja almennings. Já, en þetta mikilvægt mál fyrir hægrið. Það kemur með þetta aftur og aftur og aftur. Já, það litið svo á að bara Frakkar eigi ekki efni á þessum, hvað við kalla það, rausnarlegu eftirlaunum? Þetta nú fyrst og fremst liður í þeirri viðleitni hægri manna að brjóta smá saman niður þetta velferðarkerfi sem hefur myndast. Breyta þjóðfélaginu í átt til meiri frjálshyggju og taka hægt og rólega öll þessi réttindi sem hafa áunnist og eitt þetta með þessi eftirlaun. En þetta nú reyndar dálítið flókið mál. Ég hef heyrt að Íslendingar spyrja ofta því hvers vegna vilja Frakkar ekki vinnast lengur. Á Íslandi vilja menn ofta ekki fara á eftirlaun. Ég kannast mörg dæmi það, menn vilja ekki fara á eftirlaun. En þarna í þessu frjálshyggjuvæðingu franska þjóðfélagsins, þá einn stór hluti það að það alltaf verið að fara ver með almenning, með vinnandi fólk. Kjör á vinnustöðum að versna. Menn eru að níðast á starffólki
alls konar, öllu mögulegu móti, til dæmis það að reyna að setja menn í samkeppni hver við annan og láta þá vita þeir sem að verða ná ekki í þessi samkeppni að þegar að næst verður fækka starfsfólki þá verða þeir fyrstir til að verða brekkir. Og þetta mjög mörg dæmi, sko, til dæmis þetta sem eitt dæmi sem við oft verið tala það svo kallað open space. Menn hafa ekki skrifborð fyrir sig á vinnustofur, heldur verðar að morgni dags að reyna að hlaupa hver í sitt skrifborð að ná sæti og það jafnvel svo að það séu færri skrifborð en starfsmenn. Þannig að þeir sem að verða síðastir, þeir verða bara að sitja á tröppum eitthvað svoleiðis með tölvurnar á tjöldunni. Og þetta náttúrulega hvað þetta hefur verið mikið að tala, en þó sennilega mest í heilbrigðiskerfinu. Að þar ástandið alveg skelfilegt, það verið að fækka starfsfólki, fækka sjúkrarúmum og þeir sem eftir verða að vinna tvöfalda vinnu. Og það mjög mikið, það hefur ofboðslega mikið versnað og þar hafa verið verkföll og mótmæli sem hafa farið hátt, en samt þessu haldið áfram. Það eins og ekkert hægt að gera, þó allir viðurkenna að það sé óviðurandi ástand í sjúkrahúsum. Það eins og ekkert hægt að gera til að beita úr því. Það bara markið það að þeim sagt að halda þessu áfram og það náttúrulega markmiðið það að lokum að fá bara menn yfir til að leita í einkasjúkrahús. Sem sagt að efla þessi einkasjúkrahús og kostnað almenningskerfisins og þá fer að koma upp þess konar sjúkrakerfi, annað ríkiskerfi sem í niðurníðslu og fyrir fátækramenn og svo einkasjúkrahús fyrir ríkari menn. Og þegar sama í skólum, það mjög vont ástand þar, mjög vont og það alltaf haldið áfram. Og þar markmiðið það sama að fá menn til þess að leita yfir í einkaskóla sem alltaf kosta heilmikið. Þetta hlitur í því að einkavæða og frjálshyggjuvæða þjóðfélagið. Og sem sagt, og líka spara sem allra mest, með því að fækka sjúkrarúmum, með því að fækka kennurum, þá verið að spara. Og þetta gerist á þeim tíma þegar að tekjur auðkýfinga og ofurauðkýfingar að margfaldast. Og eins og ástand í orkumálum, að þá gróði olíufyrirtækja fleiri alveg þannig að það engin fordæmi fyrir því. En það má ekki skattleggja það. Til dæmis þegar að tala um að skattleggja og ofsagróða, þá sagði fjármálaráðherra Frakklands, ég veit ekki hvað ofsagróði Þeir mæta þess að þetta náttúrulega stefnir allt í sömu átt. Má þá þetta segja það að maður líta á þessi mótmæli að þau eru náttúrulega á móti tillögunni sjálfri að hækka eftirlaunaaldur en þetta líka mótmæli gegn því að það sífellt verið að þrengja að kjörum og bara starfsaðstöðum vinnandi fólks. Það bætist ofan á, svo bætist að þjóðfélagið verður alltaf harðara og harðara. Og ég get komið eitt persónlegt dæmi. Einu sinni var ég fyrir því að skrifstofu mín að það fór að leka loftið. Þetta vandamál í gömlu fransku húsum og ég hef orðið fyrir því áður og þá hringdi ég í slökkviliðið sem að fer af stað og bjarga svona málum og hefur alltaf tæki til þess. En þegar ég hringdi þarna, þá var mér alltaf sagt, slökkviliðsmenn fara ekki lengur af stað út af vatnsleika. Þetta svona smáatriði, þetta eins og alltaf sé alltaf að versna og náttúrulega má bæta því líka að fyrir marga þessi endalausa tölvuvæðing stór hluti í því hvernig ástandið versnar, hvernig þjóðfélagið verður alltaf harðara og harðara. En ef við skoðum málið sjálft, þess að hækkun eftirlaunaldurs, að nú segir hægrið að þetta sé svo dýrt að samfélagi eigi ekki efni á þessu. Hver eru mótrök vinstrisins og verkalýðshreyfingarinnar? Menn segja þetta séu bara vitlaus rök, þau halda ekki og þegar að Frakkar eru að verja þetta út á við, þá ekkert að nefna þessi fjármálarök, þau eru bara fyrir innanlandsmarkar og þau eru raung og líka náttúrulega eitt sem menn verða að benda á, það þetta hálfgerða skattfrelsi ofurauðkýfingarna og alþjóðarhingarna. Ef þeir bara allir borga réttláta skatt, þá myndi fjármálin breytast mikið. Og svo líka bara einn út að í þessu ákveðna máli, þá sparnaðurinn ekki mjög mikil. Hann raun og veru afskaplega lítilvægur.
Þannig að meinið það að franska ríkið hefur gefið eftir tekjustofna með því að lækka skatta á hinn ríku og þess vegna á ríkið síður efni á velferðarkerfi hinn almennings. Það ein hliðin, það alveg ein hliðin í þessu. En það náttúrulega margar hliður líka þetta stóra hlið, hvernig ástandið að versna sko, á vinnu fyrir vinnandi fólk. Og ég þekki svolítið til að þessu í skólum að þarna þegar menn eru komnir fara að nálga kringum 60 þá þeir oft bara orðnir dauðþreyttir á þessu. Þetta hvernig ástandið alltaf að versna, það verið að fækka kennurum og fyrir bragðið að fjölga í bekkjum og það kemur til þannig að öryggismálin hægt út af því. Og alltaf einhverja nýjungar sem miða allar í það átt að gera vinnuskilyrðin verri. Til dæmis líka það sem leiðir að frjálshyggjunni að líta á skólakerfi sem fyrirtæki og nemendur sem viðskiptavini. Og þá náttúrulega taka foreldrarnir og heimta ef að ungviðið færi ekki góðar einkunnir, þá hlýtur að vera kennurum að kenna. Það eins og var getið skopmynd sem ég sá í blaði. Það var 1962 og 2022. 1962 eru foreldrar að skamma soninn, hvað eiga þessar einkunnir að þýða. Í seinni skopmyndinni eru foreldrar að skamma kennaran og segja hvað eiga þessar einkunnir að þýða og sonur stendur hlæjandi hjá. Já, þetta léleg þjónusta ef þú færð lágar einkunnir. En nú er verkföll og verkalýðshreyfingin að beita sér. Ég man ekki hlutfallið í Frakklandi, ég held að sé svona 8% launafólk sem í verkalýðsfélögum sem að Íslendingum finnst vera undarlegt í að það sem að hér þetta nálægt 90%. En hver staða verkalýðsfélagana? Eru þau ennþá hafa þau ennþá afl í Frakklandi til þess að ná fram breytingum eða hindra breytingar? Sko þarna það verið mikil fækkun í verkalýðsfélögum langt skeið og það ein afleiðing af því að yfirvöldin hafa haft á tilfinningu að virða ekki verkalýðsfélögin, bara líta fram hjá þeim og mennum hafa fundist að þau geti ekki gert. En nú virðast þau vera að styrkjast aftur sko. Það nú sko þegar þau eru nú öll saman, það engin undantekning. Og til dæmis þetta CFGT, það sem talið meira hægfæra, það alveg eins og CGT sem harðasta. Þeir eru bara alveg einu máli. Spurningin náttúrulega svo, hvert verður framhaldið af þessu? Og hvert verður framhaldið? Hvernig viltu spá fyrir hver verður úrslitin? Nei, það engin leið að spyrjast fyrir úrslitin því að Macron virðist vera mjög harður og það ekki eftir hans sjálfur heldur þeir sem eru á bakvið hann. Að þetta að spurningin hvort hann getur kannski hunsað þetta, bara látið þingiborg samþykkja þetta. Svo spurningin hvernig verkalýðsfélögin halda áfram að vera sammála. Það ekki viss hvernig verður framhald á þessu verkfalli, hvort það vera bundin við einn dag, þessi daginn í dag, eða hvort þið halda áfram á morgun. Það ekki víst, það kemur í ljós sennilega í kvöld. Ok, en segðu mér eitt, hvernig tekur almenningur þessu? Nú eru margir sem komast ekki til vinnu og það alls konar svona röskun á lífi fólks, hvernig tekur almenningur þessu? Hingað til hefur almenningur tekið þessu afskaplega vel. Það alveg sammála þess að meir yfirgnefandi með litur á mótulögunum. Spurninglega verður þegar ef þetta heldur áfram, þá verður þetta erfiðara. En við vitum ekkert hvernig framhaldið verður. En blöð halda því fram að stjórnvöldið sé orðdálítið smeik. Það getur maður lesið í stórblöðum. En það aldrei að vita, það gjörsamlega óvíst. En sem sagt að ef að þeir berja þessi gegn, þá bara fer það í uppsafnaða reiði. Þannig að kannski verður það næsta ennþá verra. Það má kannski líta á þetta sem einhver svona framhalda af guldstökkunum. Það var almenn reiði. Nú það reiði út af mjög ákveðnu tilefni, en svo það hleðst ofan á almenna reiði út af ástandinu.
Þannig það svona vaxandi tilfinning meðal Frakka að það sé aukin ójöfnuður og kannski lífskjör svona venjulegs fólks og almennings séu bara alltaf að versna. Já, það greinilegt sko. Og náttúrulega út af þessu hvernig þegar menn að hafa fréttir þessa hvernig tekjur ofurauðinga aukast stóðlega. Sko, þannig að Macron það slapp einhver tíman út úr Macron að í þessa félagsmál færu geðveikislega miklir peningar. Það kannski ánum forsvíkja ætti að koma svona orði. En þá kom bara raddir strax á móti. En hvað þá peningana sem fara í ofurauðgifingana? Eru þeir ekki miklu frekar geðveikislega miklir? Og sérstaklega þeirra hafa alltaf verið skatta ívilnanir og það rekna út að þeir borgi mjög lítinn skatt. Og þeirra yfirgangu verður meiri og meiri. En Macron telur það að vera gott, eða ekki, að skilja peningana eftir í höndunum á hinnum ríku? Jú, það heitir að styrkja efnahagslífið eða eitthvað svoleiðis sko. Til dæmis að eitt hlið á þessu sem ég ekki nefnt, það það að vinnuslysum fjölgar mjög mikið. Það búið að tala dálítið það undanförnu með vinnuslys. Nú eru öryggisreglur fyrir hendi, en þeim ekki framfylgt. Atvinnurekendur fá að fara sínu fram og hætta að virða þessar öryggisreglur. Og þessi afstaða stjórnvalda að sjá gegnum fingur með þessu, það heitir að vera business friendly. Einar. Og stjórnir vill vera business friendly. Einar, það gaman að heyri þér komið vor í París? Já, það að maður finnur að vorið nálgast. Það hefur aldrei verið kallað undan svona frekar svalt en engin verulegir kuldar. En nú vorið þeirra verða smásama var við það. Já, það dásamlegur tími. Herðu, ég fæ kannski að heyri þér aftur eftir því sem að þessi deila harðnar og... Jú, ég hefur bara samband við mig. Ok, herðu, kæra þakkir.